Þá var það næsta mál því forvarnarmiðstöðin Sterk sérhæfir sig í að skapa og miðla þekkingu kynlífsiðnað með það að markmiði að draga úr eftirspurn eftir vændi, klámi og nektardansi. Miðstöðin stóð fyrir myndbandasamkeppni til að beina sjónum ungs fólks að vændiskaupendum. Kristbjörg kona Kristjánsdóttir annar stofnenda Sterk og við heyrum í henni hér eftir örstutta stund. En fyrst skulum við sjá sjálft vinningsmyndbandið. Já, sæll. Við vantar strák í kvöld. Já. Já. Ok. Já. Okay.
Já, þetta var sjálft vinningsmyndbandið. Kristbjörg, af hverju fóruð á staði þessa samkeppni? Við kynntumst því þegar við fórum með kynningar í skóla að ungt fólk hefur sterkar skoðanir á þessu málefni og langaði að taka þátt. Svo þegar Reykjavíkurborg auglýsti styrk sem gekk út á að hvetja fólk til þess að skapa sína eina atvinnu, þá bara sáum við leik á borði og gerðum svona myndbandasamkeppni vegna þess að myndbandasamkeppni þú veist, í orðum og í mynd og þú veist, virðist virka betur en svona almenn fræðsla. Og voru myndböndin, voru þið mikið í þessum dúr eða voru þið fjölbreytt? Hvernig? Þau voru fjölbreytt en þau voru öll með fókus á kaupandann eins og við báðum vegna þess að við höfum alla tíð fókusera svo mikið á þann sem selur sig eða konuna í vændi. Já. Það eru þó að í þessu myndbandi sé ungu drengur sem að selja sig, þá það aftur á móti hópur sem alltaf að stækka og stækka og ný norræn rannsókn norsk sýnir að hann orðinn stærri en ungu stelpurnar sko. En 90% þeirra sem selja sig eru venjulega konur. Já. Nú þetta tjáningaform, við getum orðað svo náttúrulega þannig að það virkjar rosalega marga. Vitið þið hvað voru margir sem að koma að því að búa til þessi myndbönd? Já, einmitt, örugglega 50 manns. Maður sá að krakkarnir voru duglegir að fara inn á heimasíðuna, sterk.is, kynna sér upplýsingar sem voru þar og vinna úr þeim, mynda sína eigin skoðanir, búa til söguþráð og kalla til fólki í kringum sig, foreldra sína eins og í þessu myndbandi, þannig að pappan sér að leika á móti sinni sínum. Já. Þetta sem sagt Guðbrandur Loki Rúnarsson sem samti handriðið og lék hann á móti pappa sínum og svo einmitt Pétur Geir Steinsson sem vann að því að taka þetta upp. Þeir eru 18 ára gamlir. Já, þetta frábært. En hvað ætlið að gera með þessi myndbönd? Þetta eru nokkur myndbönd sem að koma inn. Ég meina, hvernig nýtast þau ykkur í framhaldinu? Þau nýtast mjög vel. Við ætlum að fara með þetta og nota þetta í fræðslu. Við förum með þetta í skólana og ræðum þetta við krakkana. Þetta er náttúrulega jafningjafræðsla. Þannig að þarna fá þau raun og veru skilaboð frá jafningjum sínum og vinningsmyndbandi inniheldur ofboðslega margt sem hægt að ræða. Og hin myndböndi líka jafnvel, þau verða nýtt með sama hætti? Já, þetta var mjög jöfn keppni. Það var rosalega mikið af flottum myndböndum. Þeir eru til hamingju með þetta og takk fyrir að koma.